Já, við höldum áfram hér með síni Egils. Guðrún Hafsteinsdóttir gestur okkar núna. Verð velkomin. Takk fyrir. Þú formaður Sjálfstæðisflokksins og það nú gengið ýmislegt á í flokknum. Það það uppsagnir og þingflokksformannaskipti. Ertu að styrkja þitt bakland í flokknum? Nei, en ég held að ég var kosin nýr formaður í byrjun mars á þessu ári. Já. Og ég held að fólk hafi líka verið að kjósa breytingar og vilja sjá fólk vildi sjá nýja forystu og fékk nýja forystu. Já. Og ég held að það sé bara eðli málsins samkvæmt að þá kannski með nýjum formanni að þá koma einhverja áherslu breytingar. Ég held að sé ekkert óeðlilegt við það. Og við erum bara að horfa á styrkleika hvers annars og Sjálfstæðisflokkurinn gríðarlega stór flokkur og breiður flokkur og með alls konar skoðanir og ég bara að reyna að ná sem mestu út úr því afli. Já, það nú hefur Sjálfstæðisflokkurinn núna í talsverða tíma farið ört minnkandi, fylgið hefur svona farið af flokknum og þegar þú tekur við þá þetta bara minna fylgja nokkru sinna áður. Gerir þér vonir að þú getur núna náð flokknum upp úr þessu hruni eða hvað maður kalla það? Sjálfstæðisflokkurinn nú ekki hruni. Nei, fylgið hefur farið. Já, og það fyrir eftir líka við hvað og meðar. Ætlar að fara eitthvað 20 ára aftur í tíman eða ætlar að fara 1 ár aftur í tíman eða hvernig sem það En síðustu bara 3 ára kosningar. Já, síðustu kosningar voru verstu kosningar í söguflokksins og fyrir mörg okkar það óásættalegt. Ég hefði aldrei gefið kost á mér þetta embætti ef að ég hefði ekki trúað því að ég geti breikkað flokkinn og auki fylgi við hann og ég bara í því verkefni og rétt að byrja. Já. En nú það flókið að því að þegar Bjarni tók við 2009 ekki að þá var hvorki til miðflokkur né Viðreisn og segja má að báðir flokkarnir hafi ef að Sjálfstæðisflokkurinn var stóra tjaldbúð hér áður það verið þetta svona tjöld innan úr þeirri tjaldbúð Viðreisn Evrópusinnaði sjálfstæðismenn en ég myndi líklega segja svona frjálslindari sjálfstæðismenn hinum megin ertu með íhaldssamari sjálfstæðismenn að miðflokkurinn að mörguleyti mannaður frekar fólki sem að maður kannast við úr Sjálfstæðisflokknum heldur en Framsókn þannig að hann kannski erfitt að segja hann sé klofningur út úr Sjálfstæðisflokknum en það hefur sótt þar mannafla þannig það ekki alveg augljóst hvert þú átt að sækja ef það öðrum megin ertu með frjálslyndarhlutann og þetta hið klassíska í Sjálfstæðisflokknum að þessi tvö öfl að ef þú sækir eftir frjálslyndu að þá munu hinir íhaldssömu öflast í því að fara yfir í miðflokkinn og öfugt. Hver leiðin? Það alveg rétt Gunnar að þetta ekki einföld staða en við vitum það náttúrulega öll að miðflokkurinn hann sprettur út úr klofningi Framsóknarmanna og á rætur sínar þar frekar heldur en í Sjálfstæðisflokknum. Viðreisn aftur á móti sprettur út úr þessum svona frjálslynda armi sem vildi gangin í Evrópusambandið og margir félagar okkar stofnuðu Viðreisn. Núna þegar ég horfi inn í Viðreisn að þá finnst mér nú Viðreisn vera orðið miklu vinstri sinnari flokkur heldur þau lögðu af stað með. Mér finnst hann vera að staðsetta sig svona vel vinstra megin við þessa miðju. Miðflokkurinn hann að fara langt til hægri við þessa miðju. Þannig þau skilji eftir svæði fyrir þig? Það sem ég vil segja það að Sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf verið mesta breiðfylking í íslensku stjórnmálum. 96 ára gamall flokkur og þessi breidd þarna á miðjunni að þangað hefur Sjálfstæðisflokkurinn alltaf að mestu leitað síns fylgis og það munum við gera áfram hér eftir sem hingað til. En getur lýst hvaða pólitík þetta þarna á milli Viðreisnar og Miðflokksins?
Hver sérstaða? Það framsýn pólitík byggð á grunngildum sjálfstæðisflokksins sem einstaklingsfrelsi, atvinnufrelsi og standa vörð fullveldi þjóðarinnar. Og það ætlum við að gera. Það bara sjálfstæðisflokkurinn var stofnaður með þessi gildi frá fyrsta degi og þau hafa staðist tímans tönn. Þau hafa staðist allar væringar í gegnum áratugina og munu gera það áfram. Við sjáum það í gegnum söguna að það hafa alltaf orðið til einhver framboð, einhverjir flokkar út og suður, út úr einhverjum, þessum gömlu fjórflokkum. En sjálfstæðisflokknum hefur tekist að lifa það og það mitt hlutverk að endur skilgreina hlutverk sjálfstæðisflokksins og að hann verði áfram það hryggjarstykki sem hann hefur verið í íslensku pólitík. Var hann rangri leið? Einhverjum kann að finnast það. Já, en þér? Ég sagði í aðdragandanum að mínu kjöri á landsfundi að ég vildi sjá sjálfstæðisflokkinn fara aftur í rætur sínar, aftur í sinn kjarna. Ég vil sjá fólk í landinu fylgja sér sjálfstæðisstefnuna þar sem að við höfum oft sagt að sjálfstæðisflokkurinn flokkur fólks stétt með stétt, að þeir allir að finna sér samhljóm í sjálfstæðisflokknum og ég vil tala inn í það. Þannig að ef þú segir okkur hafi borið að leið, ég vil nú ekki kannski taka svo stórt... Hvort hann hafi verið svona hægri sinnaðri en þú telur gott... Nei, ég held að sé frekar það að við höfum farið oflangt út af miðjuna. Við vorum auðvitað í 7 ári ríkisstjórnarsamstarfi með miðjuflokki og vinstriflokki og það óhjákvæmilega kannski togaði okkur oflangt út í þessa miðju. Þannig að ég hef nú oft sagt að það vantar nú oft svolítið meiri hægri og að við dveljum svona öruggu í okkar hægri stefnu og eigum að vera bara með fullt sjálfstraust og stolt af því að vera hægri menn á Íslandi. Það sem maður heyrði oftast gagnrýnt við forystu Bjarna var að flokkurinn hefði orðið flokkur samtaka atvinnulífsins og viðskiptaráðs og verið flokkur allra best settu í samfélaginu, hefði mist tengslin við svona grasrótina sem flokkur var áður, mikil breið fylking og með mikið alþýðu fylgi. Þetta var svona gagnrýnin sem maður heyrði oftast talað stjórnartíð Bjarna. Og þegar þú sér að fara aftur í rætuna þá héldi þú ætlar að fara að segja að ná aftur tengslum við svona venjulega fólk að fara að taka upp baráttumál hins venjulega fólks. En þú segir bara hægri sem að þýðir hvað? Hvað hægri? Sjálfstæðisflokkurinn eins og ég sagði á hann á að vera flokkur sem að sem flestir landsmenn finna sig í. Þá verður hann að hafa baráttumál sem það fyrir er til fólk. dæmis eitt sem hefur eitt helsta baráttumál sjálfstæðisflokksins alla tíð og það er séreignarstefnan. Við viljum byggja upp hér húsnæðismarkað þannig að sem flestir geti búið í eigin húsnæði. Húsnæðisstefnan hefur breyst í leiguliðastefnu í stjórnartíð sjálfstæðisflokksins eftir hrun. Ég held að sjálfstæðisflokkurinn hafi einmitt hvað þetta varðar ekki stigið nógu fast inn, ekki komið með, þegar maður leitar ástæðuna fyrir því hvenar fer kannski fylgi flokksins að minnka. Og það má kannski segja það að það gerist þegar að sjálfstæðisflokkurinn kannski við komum ekki með svona heildstæðu húsnæðastefnu til fólks í landinu og þess vegna ég til dæmis núna að láta vinna húsnæðastefnu með grasrótflokksins sem að við ætlum að kynna síðar í vetur, þar sem að við ætlum að kynna raunhæfar lausnir til þess að leysa húsnæðisvandann í landinu. Þetta til dæmis eitt af því sem bara, sem við vitum öll, þetta ein af grunnþörfum mannsins að það að eiga þak yfir höfuðið og við viljum að fólk eigi þak yfir höfuðið en séu ekki leiguliðar. Þannig að fólk sem bara hjón, sem bæði eru á lágmarkslaunum, að þau geti eignast húsnæði. Já. Og hvernig ætlar að gera það? Já, það kemur í ljós. Við erum að vinna núna mjög mikla grunnvinnu í grasrótflokksins einmitt og þegar ég segi það að flokkurinn eigi að vera stétt með stétt, þá á hann að vera þannig að sem flestir landsmenn finni sig í stefnu sjálfstæðisflokksins vegna þess að það bara stefna frelsis, einstaklings og atvinnulífskunnar. Ég ætla heldur ekkert að fara í einhverja grækutu með það. Þið vitið alveg hvað ég að koma. Ég búin að lifa og hrærast út í atvinnulífinu alla ævi. Ég var
Ég starfaði í mörg ár í húsi atvinnulífsins. Ég var formaður samtaka iðnaðarins. Ég sat í stjórn samtaka atvinnulífsins. Og varaformaður líka. Og var varaformaður, já. Nei, varaformaðurinn líka kemur úr sama ranni. Já. Og mér finnst það bara alls ekki vont. Mér finnst það styrkur fyrir hvaða pólitíska afl sem að fá fólk úr verðmætasköpuninni, að fá fólk úr atvinnulífinu til að taka þátt í pólitík. Ég steig bara inn á þetta pólitíska svið vegna þess að mér fannst vera skortur á því að Alþingi Íslendinga endurspeglaði meiri breidd fólks úr öllum áttum. Og þegar ég satt á þingi á síðasta kjörtímabili má segja að við höfum bara verið 2 úr atvinnulífinu, það var ég og Tómas A. Tómasson sem vorum að koma svona beint úr atvinnulífinu inn á þing. Og ég held að það sé hættulegt ef að við hlustum ekki líka á atvinnulífið þegar atvinnulífið myndar verðmætin í landinu og þar með allan grunn af velferð okkar Íslendinga. Þannig að ég hef aldrei farið í grafgötu með það að ég mun alltaf tala fyrir öflugu atvinnulífi. Heldur þú hefur ekki bara meiri áhrif á þetta sem þú segja, hefur þú verið til þess formaður SA? Heldur þú Sjálfstæðisflokksins? Þessi sterki lobbyismi sem þar, áhrif sem þau hafa út í samfélaginu? Sjálfstæðisflokkurinn tekur vanalega upp þeirra stefnu. Það er nú ekki rétt. Sjálfstæðisflokkurinn bara með sína stefnu og atvinnurekendur þeir eru með sína stefnu. Hvort ég hefði meiri áhrif sem formaður samtaka atvinnulífsins, ég skal ekkert það segja, ég kaus þessi áhrif. Ég kaus að stíga inn á Alþingi vegna þess að það er Alþingi sem líka setur leikreglur fyrir okkur öll. Það er Alþingi sem setur leikreglur fyrir okkur sem einstaklinga og líka atvinnulífið í landinu. Og mér finnst skipta mjög miklu máli að þar sé fólk sem komi að málum sem að hafi þekkingu og reynslu úr atvinnulífinu. Já, og það var samt verið að reka stefnu sem að hendar þá þeir atvinnurekendum, fyrirtækjaeigendum. Nei, sko... Það er ofta þannig, við höfum tekið dæmi bara með eins og í sumar að það voru gerða kannanir afstöðu almennings til veiðigjaldafrumvarpsins og það voru stór hluti kjósenda Sjálfstæðisflokksins sem voru hlynnt hækkun veiðigjalda. En flokkurinn ákvað að standa með kvóta eigendum og taka stöðuna þar. Nei, flokkurinn ákvað... Að sömuleyti gæti þetta verið álitamál hjá formanni sem ætlar að gera flokkinn alþýðlegri, að taka upp stefnu frá venjulegu fólki líka en ekki vera bara alltaf með stefnuna hjá þeim sem eru fyrirtækja eða fjármagnseigendur. Þetta er alrangt hjá þér. Flokkurinn tók afstöðu með atvinnulífinu í þessu máli. Við tókum afstöðu með því að standa með atvinnulífinu fyrst og síðast. Fólki sem vinnur í líka atvinnulíf og það er kjósendur ykkar sem eru launafólk að það var margt af því sem að vildi hækka veiðigjöld. Já, og það var engin sjálfstæðismaður sem sagði að það mætti ekki hækka veiðigjöld. Þú finnur enga ræðu frá okkur á Alþingi í þessu máli þar sem við töluðum eitthvað gegn því að það mætti hækka veiðigjöld. Við töluðum gegn því hvernig þetta var unnið. Þetta var hroðvirkningslega unnið, þetta var illa unnið og það var að mínu mati, þú getur ekki komið svona fram við eina af undirstöðu atvinnugreinum þjóðarinnar eins og ríkisstjórnin gerði í þessu máli. Og við vorum búin að segja það margoft. Ég sagði það í hverri ræðu sem að ég hélt í þessu máli. Ég bað ríkisstjórnina að taka þetta mál tilbaka, vinna það betur, hafa eitthvað samráð við greinina, hafa samráð við sveitafélögin sem að þetta snerti við hagaðila og koma síðan aftur með málið betur ígrundað. Gleymið þið ekki. Hvað áttu þið að gera? Gleymið þið ekki. Þetta mál kom inn mánuði of seint inn í þingið. Það kemur inn með afbrigðum og það er keyrt í gegnum nefndina á eins miklum hrað og hægt við erum að vinna þetta eftir að starfsáætlun lýkur. Mér er það til efs að í nokkru öðru lýðræðisríki hefði mála þessari stærðargráðu verið keyrt með svona offorsi og látum í gegnum þing eins og þarna var gert í sumar. Það var engin sómi af þessum vinnubröðum sem þarna voru viðhöfð. Engin. Það þýkkar heldur þetta málþófið og þannig að það var ekki inn einn sóma. Þú vissir alltaf að það sem þú sagðir myndi ekki breyta afstöðu ríkisstjórnar og meirihluta þingsins. Nei, en við vorum að biðla til ríkisstjórnarinnar að vinna þetta mál betur. Hvar gerist það að skattar eru hækkaðir á fyrirtæki eða eina atvinnugreinum 80-100% með einu pennastriki? Þar sem að það er ekki... Hvar fer þetta í 80-100%? Hvað slags fyrirtæki er það?
Þetta er skattahækkunin sem verður á greininni. Er stórútgerðin að fá til þess núna 100% hækkun á þetta? Já, þú getur tekið... Ég mér reyndar að kalla þetta gjöld, eða ekki? Leigugjöld? Ég kalli þetta þetta er skattahækkun á atvinnulífið og ekkert annað. Já. Þetta er skattahækkun. Við erum með fyrirtæki hér í greininni, vítt og breytt landi sem er að fá tvöföldun á sköttum og fyrirtækir sem voru rekið með tap á síðast ári eiga allt í að greiða miklu meira heldur en helmingi meira heldur en í fyrra núna. Ég stóð þessa vakt líka. Já. Ég var ekki að standa þessi vakt fyrir einhverjum stór útgerðir í landinu. Ég var að standa þessa vakt fyrir minni fyrirtækin í landinu, hringinn í kringum landið, sem eru burðarásar í atvinnulífi hvers samfélags eins og út á Snæfellsnesi, vestur á fjörðum fyrir norðan og fyrir austan. Já. Og það skiptir máli. Það skiptir máli að við séum til dæmis bara með landvinnslu. Ætlum við að útrýma þeim störfum út á landi? Við getum nú takmarkað heimil til að flytja út óunnin fisk. Við erum að geta ráðið því hversu mikið af aflánum má fara óunnin úr landi. Skilið kvótana hans unnin hér. Er það ekki? Jú, en viljum við ekki að verðmæta sköpunin í þessari grein eigi sér stað á Íslandi? Viljum við það ekki? Við erum að keppa núna, þessi fyrirtæki er að keppa núna við vinnslur í Póllandi eða Portúgal, þar sem þú getur fengið 4 starfsmenn á verði eins á Íslandi. Já, þeir eiga þeir jafnvel sjálfur, er það nokkuð leyndamál? Ég veit bara ekkert um það. Já, sagði Binni það ekki? Ég veit ekki hvað Binni sagði um það. Nei. En það er líka, það er þyngri en tárum taki líka. Já. Hvernig öll umræða í landinu er gagnvart einna undirstu atvinnugreinu þjóðarinnar. Og það getur, og ég ætlaði að fara að segja það hlýtur líka að vera ábyrgð þeirra fyrirtækja sem starfa í greininni. Þannig að það verða allir að taka það til sín jafnt, en það verður að vera sátt þessa atvinnugrein. Og við getum heldur ekki, stjórnvöld á hverjum tíma geta ekki farið aðfura einni atvinnugrein eins og með þessum hætti og þar með dregið úr þróttinnar, dregið úr fjárfestingum, dregið úr vextinnar. Það er reyndar var það þannig þegar veiðigjöldin voru lögð á eftir hrun að þá jókst fjárfesting í sjávarútvegi. Öll þessi skip með perustefni þau komu raunverulega eftir að veiðigjöldin voru lögð á. Þannig að þetta er ekki alltaf samhengi á milli sem er að Ég held að þau hafi nú komið eftir 2013 þegar ríkisstjórn Bjarna lækkaði veiðigjöldin og bjóð til svigrúm til fjárfestinga í greininni. Það var uppsöfnuð fjárfestingagrein í sjávarútvegi. Það var meiri veiðigjöld heldur en hafi verið 10 ára fyrir. Við mögum bara aldrei gleyma því við eigum best rekna sjávarútveg í heimi. Allar þjóðir horfa til okkar hvað sjávarútveg varðar. Það er ekki alveg hægt að sjá það að þau séu að taka upp okkur kerfi í hrönnum eins og hefur verið haldið fram. Það er hort til okkar með mikilli aðdáun hvernig okkur hefur tekist að byggja upp arðbæran sjávarútveg sem er ekki ríkisstyrktur. Það er mikill ávinningur sem fylgir því. Ég var á Grænlandi daginn þar sem að ég skoðaði eina stærstu fiskvinnslu Grænlendinga. Þetta var eins og að komin í fiskvinnslu á Íslandi svona 1990. Og allar glærur sem okkur voru sýndar í þessu fyrirtæki, miðuð að því, það stóð nánast hver einustu glæru, við erum að horfa til Íslands. Eins og gert er á Íslandi. Eins og Íslendingar hafa gert og svo framvegis. Með velvæðingu vinslunar. Við eigum bara að vera stolt af því. Við eigum að vera stolt af því að eiga atvinnugrein sem er í fremstu röð. Þetta er líklega eina atvinnugrein okkar Íslendinga sem er á fullu samkeppnishæf á erlendur grundu og við eigum að vera stolt af því. Samt að nú sjómenn bent á það að íslensk fiskvinnsla getur ekki keypt á sama verði upp úr skipunum eins og normin gera og eins og færingar gera. Þannig við kaupum þetta lægra verði þannig að augljóslega stöndum við okkur ekki vel að því leyti. Af því að ef þú landar í Færeyjum þá færðu hærra verð heldur en á Íslandi. En það er líka algjört rugl eins og lagt var til í þessu frumvarpi ríkisstjórnar að fara með við eitthvað verð í Noregi. Nei, það var á uppsjáfiskum. Bara algjört rugl. Ástæðan fyrir ég tók þetta dæmi er að Sjálfstæðisflokkur eins og hann var þegar hann var 36% flokkur. Að þá þurfti hann eða hefði þurft, kannski mistóðstónu það, að vera með stefnu sem var baráttumál venjulegs fólks. En gagnrýnin á tíma Bjarna var það að hefði snúist yfir á sjónarmið
stór fyrirtækja og SA og viðskiptaráð og eitthvað fleira. Við tókum dæmi af þú ætlar að koma með húsnæðisstefnu sem miðar að því að lágtekjufólk á markaði geti eignast. Allir geti eignast. Það er stefna okkar sjálfstæðismanna að sem flestir sé eigin húsnæði. Það verður ekki hægt nema með einhverju svona aðgerðum svipað á verkamannabústaðir, það sem eru niðurgreiddir vextir eða það sem fólk aðstoða við að kaupa, vegna þess að lágtekjufólk mun ekki geta keypt húsnæði það sem vextir eru markaðsvextir og það sem húsnæðisverð er markaðsverð, það hefur aldrei gerst. Þannig þá lendur í vandræðum með viðskiptaráð sem að hafnar raunverulega allri aðstoð við efnaminna fólk á því eignast húsnæði, segir þessi inngripin í markaðinn. Það er nú aðstoð í gangi núna sem nefnist hlutdeildarláns sem dæmi. Nú er bara enga fyrirtæki hér á markaði, reyrvertakar, að bjóða núna aðstoð til fólks. Þannig að markaðurinn er líka markaðurinn er að stíga inn, hinn frjálsi markaður er að stíga inn til þess að aðstoða fólk til að komast inn á húsnæðismarkaðinn. Verður það svo hátt að það selst og ég held að það sé, af hverju verður svona hátt, Gunnar Smári? Er það ekki líka verður svo hátt hérna? Það hefur blásið út hérna í borginni vegna þess að hér er bara búið að vera viðvarandi húsnæðisskortur í mörg ár og hverjum er það að kenna? Er það ekki vinstra fólkinni í borgarstjórn? Það er líka hátt verð í Kópavogi og Hafnarfirði. Er það ekki, sko, Reykjavíkurborg hefur fyrst og síðast þrýst hér upp verðinu. Reykjavíkurborg hefur ekki staðið sig í því að byggja hér húsnæði, ekki annað fyrir eftirspurn sem hefur verið hér eftir húsnæði, ekki komið hér með brotið nýtt land, ekki komið hér með raunhafa lausnir innan borgarmarkana, hvernig á að leysa þessa miklu útþenslu Reykjavíkur. Þannig að það er ekki hægt að segja það að vinstra fólki í borgarstjórn hafi stigið inn í húsnæðismáli með ábyrgum hætti og þar liggur nú skipulagsvaldi, ég ætla að benda á það. En ég ætlaði bara að spyrja hvort það væri von á í nýri húsnæðisstefnu væri til dæmis einhverja svona stjórnvaldsaðgerðir til þess að létta með lágtekjufólki svo að það geti eignast. Því það er ekki gert með einhverjum svona markaðsaðgerðum. Nei, sko, ég ætla nú bara að minna það að hér í fortíð Sjálfstæðisflokksins að þar voru fyrir formenn flokksins og leiðtogar sem að komu með framsagnar hugmyndir það, eins og til dæmis byggingu Breiðholtsins sem var gert á vakt Sjálfstæðismanna. Risastórt húsnæðisverkefni sem að var mjög ég ætla að segja svo sexfúl en bara heillavænlegt. Já, gekk mjög vel og enn má segja fyrirmyndahverfi hvað uppbyggingu varðar þar sem að líka íbúðarsamsetningin var með öllum hætti. Innleita nýjungar í uppbyggingu húsnæðis og fleira undir opinberri stofnun. Ég held. Við þurfum að hugsa stórt og við þurfum að hugsa með nýjum hætti hvernig við ætlum að leysa húsnæðismál. Vegna þess að ef húsnæðismálin eru ólestri hjá venjulegu fólki, þá brýtur á öllu. Það er mín skoðun, þá brýtur á öllu. Mér finnst alveg hörmung eins og núna hvernig á að fara að skipuleggja hérna eitt stærsta landið innan borgarmarkana Keldnalandið. Af hverju ósköpunum á það að fara einhvern veginn enn eina ferðina að fara að skipuleggja hér húsnæði sem að fólk vill ekki kaupa, sem að fólk vill ekki búa í. Ég held að það sé löngu orðið fullreynt, það vill enginn búa einhvers staðar þar sem þú getur ekki átt bíl til dæmis. Þar sem að aldrei foreldraðinni get ekki heimsótt þig. Þú getur ekki verið með 2 börn, smábörn á handleggnum og innkaupapóka og þú ætlar að ganga 400 metra úr einhverju bílastæðuhúsi og heim til þín í hvaða veðri sem er. Við verðum líka að fara að byggja húsnæði sem fólk vill kaupa og vill búa í og líður vel í. Þéttingastefna borgarinnar. Ég dreg það, þið vitið það nú, ég byggi Hveragerði, ég dreg það bara mjög í efa að öllum muni líða vel í þessum íbúðum sem er verið að byggja. Það er byggt hreinlega ofan í stærstu umferðaræðum borgarinnar. Já, ég keyrði fram hjá Hveragerði bara síðustu helgi. Það komið ansi nálagt leiðinni upp Kambana byggðið þar. Já, það heitir Ég sagði bara, hver vill búa þarna? Já, þú ert bara 12 metrum frá Suðurlandsveginum. Já, en það er líka Gunnar Smári að það er á skipulagi og það á að færa núna innan 5 ára þjóðveginn suður fyrir. Þannig að þá verður ekki 12 metrar og það eru náttúrulega ekki 12. Þetta var auka. Það sem ég er að komast að þú segir að hafi verið óánægja meðan sjálfstæðismanna með niðurstöðu síðustu kosninga. Já. Og það er svona almennu vilji að við erum að eitthvað að stokka upp og eitthvað laga til og þess vegna varst þú kosin. Og þú segir að þú hafi verið kosin með svona tiltekna stefnu sem að ég er að reyna að rífa upp hvort það hafi komið skýrt fram
Og er sú stefna það að Sjálfstæðisflokkurinn taki upp svona kröfur venjulegra þessar fólks bara ódýrt og verið húsnæði og annað slíkt, að það veri slíkar kröfur sem að veri meiri áberandi í stjórnartíð þinni heldur en hafi verið hingað til? Það alveg ljóst að til þess að breikka Sjálfstæðisflokkinn, til þess að fara aftur í gömlu góðu gildin okkar stétt með stétt, að þá þarf forysta flokksins að tala með breiðum hætti. Öðruvísi breikkum við okkur ekki. Ef við tölum þröngt, verðum við þröng. Ef við tölum breitt, þá verðum við breið. Það er ekki nóg að tala. Það er ekki nóg að tala. Og þess vegna til dæmis. Það var líka búið að gagnrýna það að það mætti hrista upp í svona grassrót flokksins. Ég að reyna að gera það og það er alveg gríðarlega mikið núna málefnastarf í gangi í Valhöll á mörgum sviðum, þar sem að ég bind mikla vonir við að fólkið sem að starfa, og það er komið nýtt fólk sem hefur gengið í flokknum og að taka þátt í þessari vinnu, að fólkið sem að taka þátt í vinnunni, að það komi líka með nýjar hugmyndir og að við getum stigið fram í mörgum mikilvægum málum með frjóri hætti heldur en við höfum kannski gert á síðustu missurum. Hvernig líst þér á fjárlagafrumvarpið? Mér finnst þetta nú svona einhvern veginn svona gömul plata sem hefur verið spiluð áður. Sem að þú spilar áður, þetta nú líkt bara fjárlagafrumvarpunum ykkar. Ég veit það nú ekki, já, en þarna nú meiri skattahækkanir heldur en við lögðum fram. Og mér finnst þetta er svona útgjalda þanin fjárlög og skattahækkanir og það er nú sama gamla tuggan að fær eiginlega alltaf frá vinstri stjórnum og það er áhyggjuefni. Það er áhyggjuefni, við eigum líklega svona, við erum með það svona ríki á Vesturlöndum sem eru með hvað mestu útþenslu í ríkisstarfsemi. Og til þess að ná niður til þess verðbólgu og vöxtum í Íslandi að þá verðum við að draga úr þessari þenslu ríkisins og þessari útgjalda aukningu ríkisins og spara meira, skera niður. Ríkið þarf að fara í meiri kjarnastarfsemi og á ekkert að vera að sinna hverju sem er. Eins og hverju ekki? Til dæmis að reka útvarp og sjónvarp. Viltu selja ríkisútvarpið? Eða leggja bara niður eða? Nei, en ég vil skala það mjög niður. Mín persónlega skoðun er svo að við erum að hætta með þennan nefskatt á útvarpið og ríkisútvarpið á bara það og skala það niður í fjárlögum og ríkisútvarpið fara á fjárlög. Hefur ekki áhyggjur af svona veikum fjölmiðlum og svona tvístrun í umræðinu sem leiði til svona félagslegrar og pólitískar upplausnar í samfélagunum í okkar heimshluta? Eins og margir hafa? Jú, ég hef alveg ágjör af því, en það er erfitt að sjá að ríkisútvarpið sé kannski yfir alla hafið hvað það varðar, hvað hlutleysi sitt varðar í sínu fréttaflutningi. Hvernig viltu minka? Loka sjónvarpinu eða annarri rásinni? Mér finnst að ríkisútvarpið eigi að hafa eina útvarpsrás og eina sjónvarpsrás. Og það eigi ekki að vera á auglýsingamarkaði. Og það eigi að vera með íslenskt efni, svona cirka 60-70% og restina á að vera norrænt efni. Og það að einbeita sér að svona fræðslu hluta, mér finnst algjör óþarfi að það sé verið að eyða mínum skattpinningum í að kaupa enska boltan eða Desperate Housewives þætti eða Game of Thrones eða eitthvað alveg. Við eigum að skilgreina miklu betur menningar hlutverki þá og sem alltaf talað að ríkisútvarpi sé. Annars held ég samt, strákar, að ef við myndum taka það bara þessa 8 milljarða sem fara til ríkisútvarpsins, setja það bara út frjálsa markað, þá held ég að það yrði alveg ótrúleg gerjun ef að bara þáttagera fólk og fjölmiðlafólk og annað geti sótt í þann grunn þá púlíu fjármagns og búið til, hvort sem að það verið þættir, kvikmyndir eða annað efni. Ég held að... Þetta ekki að vera hugmyndið þín? Já, ég veit ekki hvort þú ert að meina það. Það var bara að fara dæmi með stuðning við bókmyndir, að styðja rithöfundana beint, sem að muni leiða til þess að það er öfulega stuðningu við prentarann og bóksalann og þar framöndu götunum. Aftur hugsum þetta bara upp á nýtt. Ég veit alveg að það er umdeilt, en mér finnst algjörlega fáránlegt að hverju ríkið að selja rauðvín, hvítvin og sígarettur. Við treystum... Það er af því að þetta eru vímuefni og hættuleg. Já, en við treystum samt sem áður örugglega 800 útsölustöðum á Íslandi sem eru... Við erum ekki góða reynslas brúttsölunum. Þeir voru ekki vandra virðingu. Ég er ekki að tala þá. Ég er að tala hér bara virðuleg veitingahús og bari og annað sem við treystum til þess að selja þessa vöru eftir lögum
og ríkið á bara að selja þessar vínbúðir, koma sér út úr þessu rekstri og setja bara skýran lagarama fyrirkomulega sölu. Þannig ef hver sem ætlar að selja þessa viðkomu vöru, hann þarf þá að beygja sig bara undir þann lagarama. Það getur verið vínbúð inn í Hagkaup í Skeifunu, hvernig sem það sem eru rimlar og hún má bara vera opin í eitthvað ákveðin tíma og svo framvegis. Þetta er ekki sparnað, þú ert bara að færa til kostnaðinn. Nei. Jú, líklega tekur ríkið áfram áfengisgjaldið. Já, en það liggja nú eignir hjá ríkinu í húsnæði og öðru. Það maður bara, þú getur bara keypt vínbúðna, hæstbjóðandi, getur keypt þetta allt saman. Má ég aðeins spyrja að því að við verðum með RÚV, því að það er eitt svona hittamál sem búið að vera hérna bara í 2-3 ár það hvort að Ríkisútvarpið að taka þátt í Eurovision á meðan að Ísrael er að keppa. Hvað finnst þér? Mér finnst að við bara taka þátt í þessari keppni, já. Þetta er söngvakeppni. Og þetta er keppni sem var sett á laggirnar eftir seinni heimsstyrjöldina til þess að þjóðir myndi vinna betur saman, vinna einmitt búa til svona meiri samheldni og annað og ég held að það hlutverk sé nú eða svona kannski hvað maður segja, sá tilgangur hann ennþá þarna eitthvað staðar og mér finnst að við höfum bara að taka þátt í því og eins mæta Ísraelsmönnum á íþróttabúndum eins og við erum búin að spila tvisvar við Ísrael bara á stuttum tíma að það sé rétt að gera það En Sameinuðu þjóðirnar voru að meru þá niðurstöðu að það væri framið þjóðarmorð á Gaza og ef það er framið þjóðarmorð á Gaza þá ber okkur að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að koma í veg fyrir það. Finnst þér að íslensk stjórnvöld gera nóg til þess að stöðva þjóðarmorðið á Gaza? Sko nú fylgjum við alþjóðalögum og við höfum Alþjóðadómstóllinn hefur sagt að það séu mikla líkur til þess að sé fram í þjóðarmorðana og það var fyrir næstu 2 árum síðan og ekki hefur ástandið batnað. Já. Það er alveg klárt að við sjálfstæðismenn við styðjum þessa 2 ríkja lausn. Ég held að þetta við eigum að fylgja þeim alþjóðlegu reglum og við höfum líka að fylgja þeim ríkjum sem við vinnum hvað mest með í þessu máli og þetta náttúrulega hryllingurinn hann er ólýsanlegur og auðvitað eigum við að gera allt sem við getum til þess að þarna geti komist á 2 ríkja lausn. Það verður alltaf í alþjóðlegu samstarfi, það verður alltaf í samvinnu annarra ríkja, ég nefni sem dæmi Norðurlandana eða annarra ríkja Evrópu og ég tel að við eigum að fylgja þeim og einblína á það að það verði komið á 2 ríkja lausn þar sem að þessar þjóðir geti búið til einhverja framtíð hlið við hlið. Það er kannski ekki raunhæft núna 2 ríkja lausn. Það er ekki stuðningur í Ísrael, það er ekki stuðningur í Palestínu. Þessi styrjöld núna er eins og þú sagðir búin að eiga sér stað núna í tæp 2 ár. Við mögum heldur ekki gleyma hvernig hún hófst og 1948 það var. Nei, þessi hrina og þú getur nú þess að það kannski farið bara 2000 ára aftur í tíman ef þú vilt það en í október 2023 þá réðust Hamasliðar inn í Ísrael tóku þar 250 gísla. En ekki þetta réttlæta þjóðarmorð með þessum? Nei, ég er ekki að því. En það eru átök þarna á milli Palestínumanna og Ísraela. Og ég hef til dæmis sagt það að Hamasliðar verði að skila öllu sínum gíslum. Og ég held að það, til dæmis það eitt og sér, að þá verði betri grundvöllur til þess að ræða frið þarna og leggja þessi átök niður. Það sé fyrst að krafa íslenska stjórnvalda að Hamas sleppi gíslunum? Já, Ísraelsmenn hafa nú sagt það, ítrekkað, að Hamasliðar verði að sleppa þeim gíslum sem þeir hafa haft í haldi í tæp 2 ár. Og ég held að það sé hluti af því að
að hamaslega sleppi gíslunum, að það sé hægt að setjast niður og ræða hér 2 ríkja lausn og þá frið í framhaldinu. Hinn svoköldu útlendingamál, þau voru á þinni könnu, þú varst dómsmálaráðherra. Sér þú mun á stefnunni sem var rekin í þeirri ríkisstjórn og þeirri stefnu sem núverandi ríkisstjórn er reka? Nei, ég get nú ekki sagt það, en það öll mál sem að þau hafa komið með í þessa veruna eru nú bara mál sem að ég var að vinna með eða voru á þingmálaskrá hjá mér í fyrra og eru beinu framhald af því. Þannig að ég sagði það nú í umræðum á þingju daginn að við sjálfstæðismenn munum að sjálfsögðu styðja þessi mál. Í einhverju málum myndum við vilja kannski ganga eitthvað lengra og þá munum við gera breytingatillögur eða vera með stjórnarandstöðinni á breytingatillögum í þá veruna. Kemur það óvart að ríkisstjórnin taki upp sína stefnu? Nei, jú, það kemur mér kannski óvart því að lít tilbaka einhverja mánuði aftur í tíman þar sem að þessi flokkar sem nú situr í ríkisstjórn og þá er ég aðalega að tala Viðreisn og Samfylkinguna að þau studdu ekki þær breytingar sem ég var að gera í fyrra og Jón Gunnarsson var að gera í hitti fyrra. Þannig að það svo kannski umpólun hjá þeim í þeirra stefnu kemur auðvitað á óvart. En það kemur ekkert á óvart þegar maður bara horfir á málaflokkin í heild og þar bara mjög knýjandi að við náum betri stjórn á þessum málaflokki, ekki bara hvað varðar hvernig vinnan við hann heldur líka nániðu þessum gríðarlega mikla kostnaði sem var komin í hennar málaflokk. Það fækkar mjög hratt hælisleitendum. Já, og það gerist meðal annars vegna þeirra breytingar sem að ég og Jón Gunnarsson gerðum á lögum útlendinga 2023 og svo aftur 2024. Það var algjör forsenda fyrir því á síðast ára að gera breytingar að útrýma sér íslenskum málsmeðferðarreglum til þess að við vorum bara með svo veikt kerfi hér samanborið við önnur ríki í Evrópu og sérstaklega á Norðurlöndunum að það getur ekki gengið upp. Það getur ekki gengið upp að við séum hér ekki bara hlutfallslega, heldur bara einnig með þann fjölda að við séum hér í hæstu hæðum í samanburði við aðrar Evrópuþjóðir hvað varðar fjölda umsókna. Og það er heldur ekki gott þegar við erum með kerfið svona einhvern veginn laust í reipunum að þá erum við á sama tíma að við erum að grafa undan verndarkerfinu. Við erum að grafa undan því að þetta kerfi sem að við höfum skrifað upp á alþjóðlega skuldbindingar til að það virki hér á Íslandi. Og það er alvarlegt. Það er alvarlegt til dæmis að við höfum verið að fá hér gríðarlega stóra hópa fólks sem að bara falla ekki undir skilgreiningu flóttamanns. En ég ber alveg virðingu fyrir því að það er fólk sem vil koma hingað til að leita sér að betri lífskjara. Það hefur rétt á að sækja og það sækir en það fær synjun og kannski fólk sem er komið með vernd í öðru ríki það á ekki að geta ferðast á milli landa í Evrópu til bara hvar er boðið best og svo framvegis vegna þess að þetta er verndarkerfi, þetta er kerfi sem ætlar að grípa þig ef að þú ert í lífshættu og þá átt þú ekki að geta flogið hér á milli landa, það er betur boðið í Danmörku, ég færði þangað eða eitthvað annað og þetta kerfi þegar á 2 árum fengum við yfir 9.000 umsóknir og það liggur í hlutariseðli, við lendum í erfiðleikum með að hýsa þetta fólk, kostnaðurinn var gríðarlegur og við náum ekki. Þar var náttúrulega Úkraína og þá var Venesúela líka í gangi á þessum tíma. Já. Þetta voru mjög stóru hópar líka. Þetta er ekki einn svona almennur vandi í kerfinu. En mér langar aðeins að byrja, af því að þú ert að segja að þið hafið breytt lögum og nú sé færri umsóknir vegna ykkar breytinga. Þið eru þá ekki á því að segja að við höfum náð í gegn einhverju breytingum og við erum sátt við það, en þið viljið segja að við viljum þá ennþá frekari, að herða enn frekar reglur hælisleitendur. Ríki Evrópu og ríki Norðurlandana þau eru öll að herða. Við erum búin að vera síðustu ár alltaf á eftir og ef við erum alltaf á eftir þá erum við alltaf, ég vil samræma útlendingalöggjöf okkar Norðurlöndunum og öðru ríkjum Evrópu. Við getum ekki verið hér með allt aðra reglur og lög heldur en gilda í löndunum í kringum okkur. Það gengur bara ekki upp. Og núna til dæmis eitt af þeim málum sem að
núverandi dómsmálaráðherra með að það innleiðing á því sem kallað hælispakki Evrópusambandsins. Það mjög mikilvægt að við innleiðum hann og gerum það hratt og vel strax á næsta ári til þess að við verðum einmitt ekki eftirbátar annarra ríkja. Sömu reglur hér og annars þar. Já. Og ef að við innleiðum ekki, þá högt það í hinu löndunum líka. Miðflokkurinn hefur verið með mikla áherslu á innflytjendamál og stundu þegar maður hlustar á formanninn og fleiri í þingflokknum. Þá hljómar það svolítið eins og að ástæðan fyrir því að grunnkerfin okkar eru ekki sterk, eru innflytjendur. Aukinn glæpur á Íslandi, það eru innflytjendur og þar fram eftir götunum. Hann var daginn meira að var verið að tala að verðbólgan hefði ekki farið niður, það voru innflytjendur. Munur á afstöðu miðflokksins til innflytjendamála og Sjálfstæðisflokksins? Eða eru þið kannski á þessari sömu línu að meðan hann að tala svona, að þá metið það sem svo að þið verður að tala svona líka, því annars getur þið mist ykkur atkvæði yfir í miðflokkinu? Miðflokkurinn, hann bara sér sína stefnu og tala fyrir sig og við tölum fyrir okkur í Sjálfstæðisflokknum. En þið sammálunum í þessum málum? Við erum sammála í einhverjum anga þessara mála og ósammála í öðrum. Það bara eins og gengur að gerist. Þetta ekki einn og sami flokkurinn. Þér tíðrætt hér fyrirtækin í landinu og þér tíðrætt hérna stórfyrirtækin. Mér langar nú að minna það, Gunnar Smári, að 95% allra fyrirtæki á Íslandi eru með 10 starfsmenn eða fleiri. 95%. 10 eða færri? Já, 10 starfsmenn eða færri. Við eigum eiginlega engin stórfyrirtæki á Íslandi á þeim mælikvarða sem notaður í öðru löndum. En við eigum alveg stórfyrirtæki á íslenska mælikvarða, eins og til dæmis stóriðjuna og svo framvegis. Við höfum nú bara verið þannig í þeirri stöðu á síðustu árum á Íslandi að hér hefur verið hagvöxtur langt umfram önnur ríki Evrópu. Og þegar hagvöxtur, þá þýðir það að það kraftur hér, undirliggjandi kraftur í atvinnulífinu. Og við höfum séð það sérstaklega kannski í ferðaþjónustu sem og öðrum greinum. Við sóum að okkur fólk sem alveg þangað til bara nýlega var alltaf talið vera mjög góð tíðindi. Býtu, leið mér að klára. Og þegar hagvöxtur og þegar atvinnugreinarnar okkar að þær þurfa að geta þannig sér út og þær þurfa líka að geta að dreigja sér saman þegar þannig árar. Og það kallar á aukið vinnuafl. Það kallar á að fólk getur komið hingað og dregið vagnin í atvinnulíf, látið tannhjól atvinnulífsins snúast. Þannig að við sköpum hér verðmæti og getum byggt undir lífskjör okkar. Og það vel og það gott. Og eins og ég sagði áðan að þá þetta kerfi okkar tvískipt. Þú getur komið hingað og sótt alþjóðlega vernd, en það liggur í því að lífi þínu og limum ógnað. Þú ert í lífshættu. Og þá ef að þú uppfyllir allt sem þar liggur að baki, að þá ætlum við að grípa þig og styðja þig í þeim erfiðleikum sem þú ert að kljást við. Svo aftur á móti getur þú komið frá einhverju ríki þar sem að lífskjör eru lakari en hér og þú ert að leita þér að betri lífskjörum fyrir þig og þína fjölskyldu. Þá verður þú að koma hér í gegnum dvalarleyfiskerfi. Það þýðir að þú leitar þér sjálfur að vinnu, þú leitar þér sjálfur á húsnæði, þú framfleytir þér sjálfur og berð ábyrgð á sjálfur þér og tekur þátt í því að greiða hér skatta og gjöld og reka íslenskt velferðarríki. Þannig koma langflestir innflytjendur til landsins. Þannig koma langflestir innflytjendur til landsins. Og við eigum ekki að hafa horn í síðu þess fólks og ég vara við því ef að við ætlum einhvern veginn að fara hér í útlendingaumræðinu á þenn stað að það fer að jaðra við einhverja útlendingaandúð, ég vara við því vegna þess að við byggjum svo íslenskt atvinnulíf á því að fólk, hæfileikaríkt fólk með þekkingu sem við kannski eigum ekki hér heima sjálf. Ég get nefnt sem dæmi svo Alvotech sem að fá hér marga sérfræðinga, lært fólk með doktorsgráður og annað frá Indlandi, Bandaríkjunum, Bretlandi eða öðru löndum og við eigum einmitt að hafa sveigjanleikan hér í vinnu umhverfinu okkar þannig að fyrirtækin geta leita þeirra þekkingar sem þeim vantar og skortir og dreigi fólk til vegna þess að það fólk mun aldrei gera neitt annað en að auðga og bæta íslenskt samfélag. Og svo líka ábyggilega býst þið við að sé fólk á gólfinu í Kjörís sem innflytjendur, sem að vinna þar? Í öllum fyrirtækjum, sérstaklega framleiðslu fyrirtækjum.
Og sem kemur bara vinnurinn að svona hefðbundna verkamannavinnu. Já, og af því þú nefndir fjölskyldufyrirtæki mitt að þá hefur við verið mjög heppin í gegnum áratugina og við erum með fólk, erlenda starfsmenn sem ég lít nú bara á sem Íslendingi í dag því þeir eru búin að vera hér í 20-30 ár og eru bara orðnir Íslendingar. En ertu að segja þetta vegna þess að það hljómar svolítið í stjórnmálaumræðinu eins og sem verið að tala að það sé vandamál á Íslandi og jáfnvel menningarlegt vandamál, hversu innflytjum hefur fjölgar hratt hér? Það sé standi ógn, í íslensku tungu standi ógn að því. Þú kannast við þetta, en þú heyrir þetta bara í púltinu í þingi. Já. En ertu að andmæla þeim hugmyndum að okkur standi svona sérstök ógn af fjölgun innflytjenda á Íslandi á undanförnum árum? Ég kannski fyrst og síðast að segja þetta. Fyrst þetta nú bara mín skoðun, En ég líka að ávarpa þetta vegna þess að núna er ríkisstjórnin að hefja vinnu við að móta atvinnustefnu til ársins 2035 og forsætisráðherra hefur ítrekað tala það eins og uppgangur hér ákveðna atvinnugreina að það sé eitthvað vandamál, að við séum ekki, að það sé ekki nógu mikið svona virðisauki í ákveðnum atvinnugreinum eins og til dæmis ferðaþjónustunni og ég að vara við því. Þetta er ósamlega þessu, að það sé ekki klók atvinnustefna að byggja hér upp atvinnugrein sem að fyrst og fremst fjölgar láglaunastörfum, að það sé ekki heillavanleg þrú, svo þetta andmæla því. Ég að andmæla þessari orðræðu, já, en þú ert líka að tala hér, við fyrir formann samtaka iðnaðarins, sem talaði sleitulaust fyrir því, öll þau ár sem ég var í stjórn samtaka iðnaðarins, að við Íslendingar, við verðum að byggja upp sterkari hugvitsdrifin iðnað á Íslandi, hugvitsdrifna framleiðslu eða verðmætasköpun, vegna þess að eiginlega öll okkar verðmætasköpun byggir, við erum í svo auðlindadrifnu hagkerfi. Hvort sem að það er ferðaþjónusta, sjávarútvegur eða orkufrekur iðnaður, þetta er allt byggt á auðlindum og þess vegna verðum við að byggja sterkt atvinnulíf á hugvitinu sem er svo auðlind sem að aldrei dvín. En þegar ég segi það, þá segi ég það á sama tíma verðum við að vera meðvituð um það að ferðaþjónustan er í dag næststærsta útflutningsgreinin okkar. Hún er gríðarlega mikilvæg, yfir 30.000 störf í greininni og þetta er svo grein sem að hefur til dæmis móta mjög byggðafestu núna hérna hringinn í kringum landið, hefur snúið við fólksflótta frá landsbyggðinni í einhverju mæli. Umbreytt þínu kjördæmi í Suðurlandinu. Gjörbreytt mínu kjördæmi og í öllum atvinnugreinum. Við getum ekki alhæft atvinnugreinar. Í öllum atvinnugreinur er breytt starfa risastór. Þú þarft sérfræðinga, þú þarft viðskiptafræðinga, þú þarft markaðsfólk, þú þarft upplifunarsérfræðinga, þú þarft sérhæfða leiðsögumenn og svo framvegis. Það er líka fólki sem bara býr rúmið. Þú þarft það líka. Það er stundum tala alltaf eins og það sé einhvern veginn ómerkilegra fólk. Sko. Nei, ég er að segja það. Það er með þess að fólk sem að þú ætlar að tryggja að geti keypt sér húsnæði. Já, vegna þess að við öll skiptum máli, Gunnar Smári. Þú getur ekki rekið hótel ef þú hefur ekki fólk sem að skiptir á rúmunum og þú getur ekki rekið á hótel ef að það fólk hefur ekki húsnæði. Gervigreindin mun ekki leysa það. Gervigreindin mun ekki. Leyst viðskiptafræðingin. Viltu selja Landsbankann? Ég er hlynnt því að við seljum Landsbankann. Ég var hlynnt því að við myndum selja Íslandsbanka. Sú sala gekk afskaplega vel. Bæði fyrri salan gekk nú bara betur heldur en seinni salan. Nú kostaði nú Sjálfstæðisflokkinn töluvert fyrri salan. Það getur vel verið, en hún gekk nú mun betur heldur en seinni salan og ávinningurinn fyrir ríkissjóð var meiri. Reyndi Sjálfstæðisflokknum mjög illa í fá þetta beint ofan í sveitarstjórnarkosningar. Já, það breytti því nú samt ekki að niðurstaða sveitarstjórnarkosninga síðast það var nú bara hagfellt fyrir Sjálfstæðisflokkin. Við höfum verið á þessu kjörtímabili langstærsta pólitíska afli á sveitarstjórnarstiginu með 140 kjörna fulltrúa eða 150. Þú selja Landsbankann, Ríkisútvarpið, ÁTVR, viltu selja Landsvirkjun? Nei, ég vil ekki selja Landsvirkjun. Ísavía? Ha? Af hverju ekki Landsvirkjun? Nei, ég vil ekki selja... Flugstöðina bara? Nei, flugstöðin er nú bara þannig að það er nú bara komin einkarekstur í flugstöðina. En af því þú spyr mig um Landsbankann Landsvirkjun Já, hvort vilt ég svari? Þú byrjar á Landsbankann Ég byrjar með Landsbankann Þú sagði bara að selja Landsbankann þannig að við rættum það ekki frekar en Landsvirkjun sagði nei og það er að af hverju Vegna þess að þetta er eitt af þessu svona grunn innviðum þjóðarinnar sem að ég tel rétt að þjóðin eigi Það hefur oft verið miskilið orminn þegar ég var formaður Landssamtaka lífeyrissjóða.
þegar að ég varpaði fram fyrir hugmynd að okkur vantar fjármagn til að byggja upp innvið á Íslandi. Og þá varpaði ég fram fyrir hugmynd að sem dæmi væri hægt að selja hluta af Landsvirkjun, minni hluta Landsvirkjunar með mjög sérhæfðum hætti til lífeyrissjóða eingöngu á Íslandi og það væri hægt að setja mjög mikið stífan lagarama utan það fyrirkomulag og þar með getum við fengið 10 milljarða til þess að byggja upp vegi, byggja göng og bæta hér innviði þjóðarinnar. Þetta sagði ég vegna þess að þegar ég var stjórnarformaður lífeyrissjóðs verslunarmanna þá tók ég þátt í því að fjárfesta fyrir íslenska sjóðsfélaga að fjárfesta í innviðum annarra landa sem eru í samkeppni við Ísland. Að byggja upp vegi, hafnir, flugvelli og annað bara í Hollandi, Kanada og eitthvað staðar og meðan að okkur skortir þetta allt. Og þá verðum að líka að leita leiða hvernig getum við með öllum tiltekum hætti byggt upp innvið á Íslandi til hagsbóta fyrir Íslands samfélag. Og svo væri þannig bara þannig að lífeyrissjóðirnir þeir mættu kaupa og selja sín á milli en það mætti ekki fara út fyrir og þannig myndi eignarhald fyrirtækisins haldast hjá almenningi vegna þess að almenningur án og lífeyrissjóðan í landinu. En ég var nú nánast bara tekin á lífi fyrir þessa hugmynd mína og þetta var nú bara hugmynd. Nei, ég held ég endurtækja hana ekki og þess að segi ég nei, mér þykir vænt Landsvirkjun og þetta einn af þessum grunninnviðum sem raforkan okkar. Rétt eins og vatn og annað sem að ég tel að þjóðin eiga. Hefur áhyggjur af stjórnmálaþróun í Bandaríkjunum? Já, ég hef það. Það ekki annað hægt. Já, ég segi þó það nú væri svo. Já, það ekki annað hægt en að leiða hugan að því að Bandaríkjunum er stórkostlegt land, risastórt og með öll þessu ólíku fylki og börnum mín hafa notið þar að gæfu að dóttir mín var þar í 7 ár á skólastyrk að spila körfubolta og nú hefur sonur minn verið þar í 2 ár líka á skólastyrk og þau hafa verið í ólíkum fylkjum og það hefur verið lærdómsríkt fyrir mig að heimsækja þau og kynnast nái fólki og bara til dæmis dóttir mín var lengi í Pennsylvania sem nú eitt svona velstæðasta fylki Bandaríkjanna þar sem meðaltekjur mjög háar og svo var sonur minn búinn að vera í 2 ár í New Mexico sem að á allt öðrum stað efnahagslega. Mikið vaxtarsvæði. Mikið vaxtarsvæði núna. Þannig að það þetta og þegar þú horfir á Bandaríkin núna yfir allt sem búið að vera að gerast þar á síðustu árum að það er svo mikilvægt fyrir okkur að þetta stóra lýðræðisríki að það sé sterkt og núna finnst manni einhvern veginn eins og það sé verið að já, það sé aðeins að molna undan því og maður hefur ágjör á því og það er vert að hafa ágjör á því í öllu alþjóðlegu samhengi. Repúblikanaflokkurinn kannski hægt að orða þannig, systurflokkur Sjálfstæðisflokksins. Það eru forysta Sjálfstæðisflokksins hefur oft farið á landsþing, ég held að ekki undanfarið reyndar. Hvað veldur þessari þróun þessa flokks? Er hægt á að Sjálfstæðisflokkurinn geti þróast með sama hætti og orðið svona valdboðsflokkur sem að reynir að ná stjórn á háskólakerfinu, fjölmiðlunum, beygjar það undir sig? Nei, það held ég ekki. Þetta ekki rætur í hægri stefnunni sem hann að kjósa upp? Nei, og ég held að þú vitir það einstinni að það það ekki. Nei, ég ætla að vona engin stjórnmálaflokkur í Íslandi fari einhvern veginn í þannig farveg en við skulum ekki gleyma því að repúblikanaflokkurinn kannski 2 eða 3 skiptur núna í Bandaríkjunum þannig að það eru líka átök innan flokks þar hvaða stefna og taka og í hvaða átt fólk að fara og þannig að fyrir Sjálfstæðisflokkinn og fyrir okkur öll að þá held ég að sé nauðsynlegt að hafa það í huga að við sem erum í stjórnmálum og við sem erum í pólitík og við sem erum í forsvari eins og ég núna, að það er mikilvægt að við reynum alltaf að tala inn í samstöðu þjóða. Að við reynum að valdefla fólki okkar, það erum við að reyna að gera í pólitík til dæmis. Við erum að reyna að skapa frjóansvörð fyrir fólk sem hefur framsagnar og frábærar hugmyndir til þess að láta þær verða veruleika
búa sér til framtíð, stofna fyrirtæki og svo framvegis. Og það skiptir rosalega miklu máli að við í pólitík að við tölum inn í það inn í þessi tækifæri fólks. Og við séum ekki að við berum öll ábyrgð á því hvernig orðræðan og hvernig við tölum til hvors annars og hvernig við mótum stefnu okkar pólitísku afla. Og Sjálfstæðisflokkurinn, honum hefur tekist það í tæplega 100 ára gamalli sögu sinni að vera sterkt borgaralegt afl í íslensku samfélagi. Þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki alið á sundrungu og mun aldrei ala á sundrungu. Þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn, hann hefur líklega verið við stjórn landsins frá stofnun lýðveldis, hugsa ég svona örugglega hátt í 80% af tímanum. Það er svo mikið myndu okkur segja. Já, af hverju myndur þú segja það? Ég segi að ykkur segir það alveg. Já, þá ætla ég að segja... Þannig er samfélagið bara. Já, en af hverju ættir að segja það? Það er ekki ánægð með ykkur, það bara er þannig. Nei, í upphafi síðastu aldar var Ísland fátækasta ríki Evrópu. Og núna erum við eitt ríkasta land heims. Meðal annars fyrir uppbyggingu samvinnurhreyfingarinnar og þeirra fyrirtækja sem að voru og þeirra vegum með uppbyggingu bæjarútgerða og okkur auðnaðist til þess að láta orkukerfi vera byggt upp á opinberum vettvangi og fleira. Við höfum gert margt rétt. Og þetta gerðist líka undir styrkri forystu sjálfstæðismanna 80% af tímanum. Hefur okkur farnast vel á vakt Sjálfstæðisflokksins og það er einlæg ósk mín að svo verðum alla framtíð áfram. Aðeins að við fyrir aftur í upphafi að því að þú varst kosin formaður og mjög naumt og bara er ekki naumasta í sögunni. Og svona utan að frá sig þá erum við að fylgjast með þessu og sömuleitið kemur fram núna með haustun og þá er eins og sért að svona herða tökin að reyna að safna í kringu því fólki sem ætlar að vinna með í því að setja einhvern annan svip á Sjálfstæðisflokkinn. Og við veltum fyrir okkur að þetta verið svona langu tími næstu því meðganga sem er frá því varst kjörinn og þangað til að þú tekur til hendinni, getur við sagt þess svo. Á þessu tíma þá venst svona hugmyndum að kannski er Guðrún bara svona millibils ástandsformaður. Og þannig hún verður svona til og það verður erfiðara fyrir þig að ná hópnum saman og veist, það gerist þannig að þegar kosina þá þarf til að sækja sem formaður hjá þeim sem að kussuðu ekki og maður er varfið það eru mikla væringar í flokknum og fólk er ósátt ennþá. Það er ekki komin svona árangur sem að, þú veit ekki þeirri stöðu sem Kristrún hefur, sem að bara fylgið eykst og þá er enginn að hafa neinar athugasemdir við Kristrúnu, en þú býrð ekki við það. Býstu við að fá sterkt framboð á móti þér á næsta landsfundi? Ég er bara ekkert farin að huga að næsta landsfundi. Hvenær verður hann? Hann verður eitthvað tíman á árinu 2027 og ég er ekkert farin að huga því. Ég er bara í þessu verkefni núna. Það er rétt að það var líklega naumasti meirihluti sem hægt er að fá á þessu landsfundi og ég hef verið mjög meðvituð um það. Auðvitað er það þannig í svona leiðtogakjöri eins og átti sér stað hjá okkur í mars að það eru, ég ætla að leyfa mér að segja, 2 öflugir einstaklingar að sækja að komast til æðstu metorða hjá flokknum. Og það eru ekki allir sáttir eftir svoleiðis baráttu. Það er mitt hlutverk núna að ná fólki saman og ég hef trú á því að það sé gert líka vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn er þannig flokkur að við þekkjum það og kunnum það að takast á, það kemur niðurstaða og svo saminist við þá niðurstöðu. Það er hluti af góðsögninni Sjálfstæðisflokki sem ég var alveg fyrir að hlusta á. Mér finnst eins og það ég síst við þetta kjör. Af því að vanalega þá voru kannski verið að kjósa á milli tveggja og svo eftir þá er flokkurinn einmitt hefur þann svona félagslega þroska að sætta sig við formannin sem kemur. Mér finnst það að vera síður núna heldur en áður. Ég heyri meiri svona kergjun í flokknum eins og hann sé, kannski var óánægjan orðin svona djúpstað í flokknum. Að mér finnst hún ennþá krauma eins og bara ákveðin svona neikvæðinni sjálfstæðismanna gagnvart flokknum haldið áfram. Er þetta ekki þínu? Jú. Líka ég ætla að segja sko, Davíð Oddsson sagði upphafi þegar hann kom inn í forsætisráðherra, hann var í vandræðum með Matthías Bjarnason, Egil Jónsson og ég man ekki hvað svo þriðji var, að þeir voru ekki fylgjandunum, kusu Þorstein og þeir voru bara svolítið stífur á sínu og hann þurfti mikla vinnu til að
fá þá raunverulega til að virka eins og hann vildi og Ólafur Adolfsson, hann var leyni þingmaðurinn sem var á fundinum sínum þegar var þess að tilkynna framboðið. Þannig að þá allir hinir þingmennir eftir og eru þeir svona öfugir gagnvartir og... Nei, nú voru ég bara að koma í gær. Við fórum þingflokkur Sjálfstæðisflokksins í vinnuferð á föstudaginn upp í Borgarfjörð og vorum allan föstudaginn að stilla saman strengi og komum heim eftir hádegi í gær. Það var frábær fundur. Mikil samheldni í hópnum, gleði og bara frjóir hugar. Ég stolt af þessum þingflokki. Ég tel að við séum með sterkasta þingflokkin á Alþingi Íslendinga. Við erum líka með gríðarlega öfluga starfsmenn og þetta bara verkefni, strákar. Pólitík bara átakavettvangur og þetta bara verkefni mitt. Vinna hérna stuðning frá öðrum með einhverjum hætti því að sumir verður bara með hangandi haus eftir úrslitin. Það væri gott fyrir það að fá svona smá upplyftingu í skólakornum. Já. Og þú hefur ekki fengið það? Nei, ég held að það hafi líka spilað bara inn í það mál sem við vorum að ræða hér áðan sem var umræðum veiðigjöld að við töpum ákveðnu pólitísku kapitali í gegnum þá umræðu og ég bara meðvituð það. Í síðustu skoðanakönnunum voru við þó í 19,7%. Það ekki ásættanlegt en ég ætla nú líka að minna það að hún Kristrún Frostadóttir rauk þegar hún tekur við Samfylkingunni að þá voru þau í andarslitrunum. Og þau eru núna í skoðanakönnunum að slá í 35% fylgi. Já. Það bara svipa fylgi og ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttir fekk hérna á fyrstu mánuðunum eftir að þau settust í ríkisstjórn 2009 og hvernig fór fyrir þeim 2013. Þannig að þetta nú bara hið pólitíska spektrum og við förum upp og niður. Framsóknarflokkurinn, hann í vandræðum. Vinstri grænir eru ekki á þingi. Það var líka verið að hegna þeim flokkum sem að voru í ríkisstjórn síðustu 7 ára og ég held að fólk hafi verið leitt á þeirri ríkisstjórn og viljaði eitthvað nýtt. Ég vorkenni mér og ekki neitt að vera í stjórnarandstöðu og þingflokkurinn vorkenni sé bara ekki neitt. Við sjáum mörg tækifæri í því, okkur liði vel í stjórnarandstöðu og ætlum að sinna því hlutverki vel. Standa okkar vakt sem okkur ber skylda til að veita ríkjandi valdhöfum aðhald. Þannig að bjóði mig bara í viðtal eftir einhverja mánuði og við skulum taka púlsin á þjóðinni þá. Ein létt spurning í lokin. Eru þið í græna herbygginu núna? Framsóknarherbygginu í þinghúsinu? Nei, við fengum ekki einu sinni græna herbyggi. Nei, við erum í Skála, í gamla herbyggi sem samsett Pírata og Flokks fólksins. Við erum allsæli í þessu herbyggi. Já, þetta í rauninni betra herbyggi við vorum í því að hitt herbyggi okkar var í gamla hluta Alþingishússins og það voru súlur inn í miðju herbyggi. Virðulegt herbyggi. Mjög virðulegt og hérna þetta herbyggi bara mjög gott herbyggi. Hins vegar að þá rifust við nú út af því hvort við ættum að vera eða fara út úr því herbyggi vegna þess að reglurnar sögðu til það að við ættum og skrifstofustjóri Alþingis Ragnar Árnadóttir var búin að úrskurða það að við ættum að vera í þessu herbergi. Þess vegna var mjög óeðlilegt og það mikið stjórnlyndi að þegar að forsætisnefnd tekur til starfa undir nýrri ríkisstjórn að þá það fyrsta sem þau gera það að breyta reglunum. Þannig að mér fannst þetta að vera mikill sandkassaleikur í ríkisstjórninni en svona hófu þau síðasta þing og það var nú margt athugavert í þeirra vinnulagi framhald af því. Þannig að ég vænti þess líka að stjórnarflokkarnir að þau komi núna til þings með svona bætt vinnulag og að leiðarljósi inn í þennan þingvetur. Tökum undir það bara. En Guðrún Hafsteinsdóttir, þakka kærlega fyrir að vera með okkur. Takk fyrir. Og svo ætlum við bræður að spjalla saman hérna rétt eftir. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.